Já, við höldum áfram hérna í útvarpi endalaust og til okkar er komin ekkert smá góður gestur. Það er hún Vera Illugadóttir, engin önnur, drottningin í ljósu sögunarlandi. Er það ekki? Jú, eitthvað svoleiðis. Þú gerðir svolítið merkilegan þátt þegar við erum hérna að tala um fíkniefni og lyfjamisnotkun og svo framvegis. Gerðir svolítið merkilegan þátt, ég sé þið ekkert. Það er pínu skrítið. Get ég ekki gert eitthvað svona eða? Já, þetta var svo svartöðið með þessa kamerarna gerðir merkilega þátt í ljósu sögunar sögu Oxycontin. Já, einmitt, ég gerði það í fyrra einmitt og það er merkileg saga og hérna svona ekki bara saga þess að eina livs Oxycontin heldur í raun og veru svona stærri saga eða saga sem hafi svona víðtækari áhrif og skírskotun og raun og veru líka mjög sorgleg saga þessa ópíóíða faraldur sem byrjaði í Bandaríkjunum og er núna komin út allan heim og það er, já, það má rekja það kannski helst til Oxycontin sem er lyf sem var sett á markað í Bandaríkjunum 95 eða 96 og er sem sagt eins og fólk veit kannski allt og vel núna ópíóíðalyf tengt skylt morfíni og heroíni og gífulega sterkt verkjalyf og var sem sagt á þessum áður en það kom á markað svona og svona fyrirrennarar þess má segja að svona fólk hafi verið í raun og veru dálítið smeygt við að nota svona morfínskyld lyf og morfín af því að þegar maðurinn uppgötaði sem sagt ópíum og byrjaði að vinna heroín og morfín úr því þá varu þetta allir uppnumdir yfir því hvað þetta væri frábært verkjalyf en síðan mjög fljótlega uppgötuðu menn að þetta var gífulega ávanabindandi og hafði mjög mörg svona heilsuspillandi áhrif á fólk og þannig, þú veist, fyrst var byrjað að nota morfín einhvern tímann á 19. öld en síðan bara aldamótin 1900 þá var allt í einu sátu Bandaríkjamenn uppi með bara ótrúlegt mörg 100.000 morfínfíkla sem voru allt bara gamlir hermenn sem hefðu fengið sko morfín við einhverjum sárum sem þeir hefðu fengið í herþjónustu og síðan bara orðið fíklar af því og þá var svona farið að svona trappa niður það að nota morfín og byrja að fara yfir í önnur verkjalyf og morfín var svona meira og þessi morfín tengdu lyf urðu meira svona eitthvað sem var notað í kannski svona örþrifaráð fyrir krabbameinssjúka, fyrir fólk sem var sko dauðvona eða algjörlega bara gat varla lifað fyrir sársauka. En síðan breytist þetta dálítið svona kannski 90 og það má þakka innan gæsalappa Oxycontin því dálítið mikið af því þá sem sagt fer þetta fyrirtæki sem núna dálítið mikið í fréttum og bjóð til setti Oxycontin á markað Purdue Pharma. Þeir sem sagt finna þetta lyf og þá í gangi svona smá svona herferð meðal ákveðina lækna að kannski þetta taka aftur inn morfínið sko. Kannski það sé búið að vera svona óþarfa verið að ræja morfínið að óþörfu að það meirun og veru nota það sé ekki það ávanabindandi skilur þetta sé allt í lagi og þá býr þetta fyrirtæki Purdue Pharma sem fjölskyldufyrirtæki gamalt í Bandaríkjunum eða fjölskyldufyrirtæki í einhver áratugi þeir ákvaða að búa til þetta lyf sem byggir á oxycodoni sem morfínskylt efni mjög sterkt og þetta svona forðalyf þannig að það á ekki að gefa allan styrkin strax heldur leysa svona tíma á einhverja klukkutíma fresti þannig að þú tekur lyfið og síðan færð smá skammt og síðan kikkar skammturinn inn meira og meira þannig að þú ert haldinn einhverjum sárum bakverkjum eða eitthvað þá þarft ekki til þess að vakna á nætuna til þess að taka lyfið eitthvað svoleiðis og þeir virkar ósala lengi sem sagt. Já. Og það var markasett þannig upphæfi en þeir ákveða að markasetja lyfið dálítið grimmt og það
eitt af því sem ég fjallum í þættinum að þetta fyrirtæki Purdue Pharma, það á sér merkilega sögu því að það eins og ég sagði, fjölskyldufyrirtæki og það Sackler fjölskyldan og ef einhverjir hafa farið á einhver söfn í einhverjir hafa farið á Louvre eða Tate í London eða eitthvað, það allstaðar, þú getur alltaf fundið svona Sackler álmu eða til dæmis líka í mörgum háskólum í Bandaríkjunum. Það eru svona Sackler deildir, þetta er svo fjölskylda sem í dag orðin svo ríka, hún bara sponsar öll helstu söfn heims og borgar alls konar svona dót sko. Ég var í Sackler álmunni í eldra Tate-safninu í London daginn og en allavega þeir þetta eru 3 bræður sem ráku þetta fyrirtæki og elsti bróðurinn, þeir eru allir læknar en elsti bróðurinn var líka, hann var aðalega svona auglýsingamaður og sérhæði sig í svona auglýsingum í heilbrigðisgeiranum sem þegar hann byrjaði sinn feril svona miðja síðustu öld var í raun og veru ekkert, það var ekkert við að auglýsa lyf eða einhverja læknavörur, það var bara eitthvað sem þurfti ekki að auglýsa en hann svona var dálítið svona frumkvöðl í því að beina mikið auglýsingum til lækna, taka út auglýsingar í sko lækna tímaritum og jafnvel og fór síðan sko auglýsa lyf bara til almennings sem hafði aldrei verið gert áður eins og Valium, hann fekk það verkefni á 7. áratugnum að auglýsa nýtt lyf sem var Valium og sem er svona líka róandi benzodiazepínlyf og hann byrjaði á því að auglýsa það til svona heimilislækna. Herðu, við erum með nýtt lyf, Valium, endilega látið sjúklinga ykkar fá Valium, það skiptir ekki máli hvað þjást af, þeir hafa alltaf gott af því að fá Valium og síðan hélt hann áfram og fór að auglýsa Valium bara í venjulegum tímaritum, bara þú veist, þú stressuð húsmóðir, fáðu Valium og alls konar svoleiðis og svona einhvern veginn svona sem var fljótt eiginlega allavega svona in retrospect dálítið ósýðilegt og mér finnst þetta næstu fyndið og það var alveg bara svona það voru í þessi markaðssetning á Valium var alveg bara þannig að það var sagt bara við heimilislækna sem lása einhver læknaritt bara eitthvað, já býtu er sjúklingurinn eitthvað slappur, heyrðu hann, kannski þarf hann Valium eða þú veist var að koma til þinn sjúklingur sem einhvern veginn svona virðist í raun og veru ekki vera neitt veikur og prófaði að gefa honum Valium og það var einhvern veginn bara svona lausnin við öllu og þetta var sem sagt elsti Sackler bróðurinn, svona patriarkin í fjölskyldunni og þetta var svona taktík sem var líka notuð alveg rosalega grimmt við markaðssetningu síðan á 10. áratugnum á Oxycontin sem var sem sagt alveg ótrúlega sterkt verkjalyf og þú veist af tegund lyfja sem áður höfðu verið notað aðalega fyrir sko langtleita krabbameinssjúklinga en fyrirtækið Purdue Pharma sem gaf það út byrjaði strax svona mjög svona stranga einhvern veginn markaðsherferð að bara markaðsetja þetta lyf við bara öllum sársauka bara ertu með bakverk taktu Oxycontin, ertu gigtveikur, taktu Oxycontin og þess var beint til bara venjulega heimilislækna um öll Bandaríkin komu bara sölumenn sem hringdu, heyrðu, ertu með sjúklinga sem eru með gömul íþróttameiðsl, segðu þeim að taka Oxycontin eða ertu með og bara virkilega svona aggressív söluherferð þar sem sölumennirnir, þú veist, fengu prósentur af hversu mörg lyfseðlum heimilislæknarnir sem þeir beindu sjónum sínum að síðar fengu og það voru líka alls konar sko öllum var sagt að þú veist þetta ekkert ávanabindandi og þeir fengu sem sagt það uppáskrift frá sko lyfjaeftirlit í Bandaríkjanna að þetta væri ekki hættulegt, þetta væri ekki ávanabindandi og alls ekki hættulegt að þetta væri svona sterkt og það í raun og veru sko kannski svona ennþá dálítið dularfullt hvernig þeir komist upp með það af því að
maður hefði nú getað kannski sagt sér að lyf sem sko sem skylt morfíni og heróíni og ógeðslega sterkt, við ættum kannski að vita það að það gæti mögulega verið ávanabindandi, en þeir fengu sem sagt að það er aldamótin þegar þetta lyf að koma marka en þeir fengu sem sagt einhvern veginn að fullyrða það í allum auglýsingum að það væri algjörlega hættulaust. Og þú veist, það voru vídeógerð, það voru sjónvarsauglýsingar og allur andskotinn, þú veist, það er fáránlegt að skoða það í dag þegar þetta orðið svona alræmt lyf, þú veist, það var, þú veist, voru ráðstefnur þar sem þáttakendur, læknar og lyfjafræðingar og apótekarar og eitthvað fengu sko svona einhverja Oxycontin bangsa og Oxycontin derhúur og allan andskotan. Afsakið, en Er hægt að fá þess að bangsa eitthvað, svona, þetta svefnunar, Ég held að þetta hljóta að vera eitthvað svona collectors item í dag. Ég væri mjög til, ég sé myndir af þeim, sko, en ég væri mjög til að fá eitt svona Oxycontin bangsa bara svona sem sögulegan grip. Nú sé þetta verið sér einhverjum barnaherbyggjum hjá einhverjum börnum lækna sem hafa verið einhverjum ráðstefnum í Bandaríkjunum. Pabbi með pakka frá ráðstefnunni. Oxycontin bangsin. En í raun og veru sko virkilega einhvern veginn ósiðleg markaðssetning, og það sem hefur komið í ljós svona kannski síðar er að margir hjá þessu lyfjafyrirtæki og þeir sem voru að markaðsetja þetta lyf vissu þetta var dálítið sko tæft. Það var ekki hægt að fullyrða að morfín, ópíumskylt lyf væri ekki ávanabindandi, væri alls ekki ávanabindandi. Og líka að síðan þegar þeir byrjuðu að fá inn upplýsingar sko vandan sem var að skapast af þessu lyfi, að þeir svona hunsuðan og héldu áfram þessari markaðsherferð, því að auðvitað gerðist það mjög fljótt að fólk fattaði að heyrðu, hér allt í einu komið eitthvað svona ógeðslega sterkt morfínlyf í einni töflu og ok, þetta er þannig að þetta á að kikka inn á einhverja margra klukkutíma fresti, en ef þú brýtur niður töfluna og gera hana dufti og bara tekur hann í nefið, þá færðu allt kikkið strax. Þannig að fíklar voru mjög fljótir að kveikja á þessu. Og fólk sem fór að taka þetta við bara einhverjum gigtarverkjum eða íþróttameðslum eða eitthvað, urðu mjög fljótt háðir þessu og fóru síðan að sækja í stærri og stærri skammta, og það var svona snjóbolti einhvern veginn sem rúllaði áfram og var til þessa, það urðu til ennþá sterkari lyf eins og fentanyl sem er miljónsinnum sterkara eða þannig, og áfram, og sömuleiðis líka það að þarna urðu til á svona svæðum þar sem Oxycontin var mjög svona vinsælt, eins og í þar sem þeir markaðsettu það, og þar sem var mikið fólk sem var með einhverja bakverki eftir erfiðisvinnu á fátækustu svæðum Bandaríkjanna, og fólk varð háð þessu lyfi. Síðan svona reyndi fyrirtækið svona einhverjar smá aðgerðir til að stemma stigu við því þegar þetta varð vandamál, sko, bjuggu til einhverja nýja útgáfa pillunni sem var erfiðar að mylja niður og eitthvað svoleiðis. En þá var náttúrulega, þá voru bara aðrir sem voru fljótir að stíga inn á þann markað, eins og mexíkóskir heróín smyglarar og mexíkóskir heróínsalar voru mjög fljótir að þefa upp í þennan markað og voru mættir bara fyrir utan sko skrifstofurnar hjá læknunum sem voru vanir að skrifa út Oxycontin til sjúklinga sinna, og sögðu bara við þá sem löbbuðu þar út, heyrðu, ég er hérna með betra efni, og allt í einu var heróín sem hafi verið svona dálítið svona deyfð heróínmarkaðurinn í Bandaríkjunum, má segja, allt í einu kikkaði hann aftur inn, þannig að það voru rosaleg svona áhrif sem bara þetta svona eina lyf hafði. Og núna talaði með hann mikla svona oxy- eða ópíóða faraldur í Bandaríkjunum, og hver staðan þar? Þekkirðu það? Staðan er náttúrulega bara sko hryllileg, þegar tölfræðin tekin saman, þá þetta bara, og það hlumist margir sem bera þessa tölfræði við hvað deyja margir saman við, þú veist, bara Íraksstríðið, bandaríska hermenn sem hafa dáið í stríðum erlendis og svo framvegis, og þetta er og aðra svona annað svona mjög bannvænt eins og umferðarslys og eitthvað, þetta lítur alveg hrikalega illa út, og þetta er alveg ótrúlega, ég kann nú ekki þessar tölur, en þetta er orðin alveg ótrúlega skæður og bannvænt faraldur sem er einhvern veginn bara sér ekki fyrir endan á, því að það eru sífellt að koma, nú er kannski
Oxycontin, ekki stærsta vandamálið, heldur eins og önnur lyf, fentanyl, sem þú veist, sterkara og hættulegra og erfiðara og allt svona annað. Þannig að þetta einhvern veginn orðið alveg ótrúlega erfitt vandamál og þetta búið að breiðast út frá Bandaríkjunum og til annara landa og hingað og út allt. Og rosa lítið einhvern veginn sem hægt að gera, sko, og eitt af því sem hefur verið kannski sem hefur verið með því erfiðara að draga einhvern til ábyrgðar og draga þessi lyfjafyrirtæki til ábyrgðar. Það búið að reyna að gera það margoft og það eru sko, ég held að séu sko örugglega mörg hundruð dómsmál eða mál fyrir dómstólum í Bandaríkjunum núna sem snúa að þessu gegn Purdue Pharma sem gerði Oxycontin og fleiri lyfjafyrirtækjum. Og þetta einhvern veginn eru mjög flókin mál og sérstaklega Purdue og Sackler fjölskyldan sem vellauðug. Þeir hafa grætt alveg ógeðslega mikið á Oxycontin og geta þess að borga bara fyrir heila álmu í Louvre og ég veit ekki hvað og hvað. Hvað sem En þeir vilja sko alls ekki þurfa að tala máli sínu fyrir dómstólum, þannig að það hafa stundum verið einhver tilraun til þess að draga á fyrir dóm, saka þá til þess að hafa markaðsett lyfið rangt, að hafa logið til í markaðssetningu, að hafa einhvern veginn blekkt í því þegar lyfið fekk samþykki hjá lyfjaeftirliti og svo framvegis. En þeir vilja aldrei sko segja neitt eða gefa neitt upp og þeir enda alltaf á því að sko semja utan dómstóla og borga einhverjar sko skriljónir dollara frekar en að þurfa að gera einhverjar upplýsingar opinberar eða eitthvað slíkt. Og gerðu það núna síðast sko, bara rétt núna fyrir nokkrum dögum þá var tilkynnt það að þeir ætlaðu að borga sko einhverja milljarða bandaríkjadollara til þess að sleppa við sko dómsmál sem að búið að vera undirbúið mjög lengi og gæti raun og veru enda þannig að fyrirtæki, þetta var svo há upphæða, gæti enda þannig að fyrirtæki myndi lýsa yfir gjaldþroti frekar en að sko gefa upp eitthvað eða þurfa einhvern veginn að standa fyrir máli sínu. Þannig að það held ég mjög lítilega eftirsjá þarna. Það benti samt að þeir hafi óhreint mjöl í pókahotnu vantarlega eða eru meðvitaður að þetta hafi ekki verið í lagi. Já, ég held það og ég held að það sé alveg, ég held að það svona blaðamenn og svona hafa alveg komist að því að þarna hefur verið eitthvað óhreint sko, þeir hafa svona logið eða hylmt yfir hvað þeir vissu hvað sko og svo eru svona, þú veist, dæmi eins og að þegar lyfið fekk fyrst sko lyfjaeftirlits Bandaríkjanna sem var svona frekar vafasamt, það sem var sko, það var gúttir að þeir segðu bara, heyrðu, já, þetta ekkert ávanabindandi. Þá mjög skömmu eftir það, þá var einhver yfirmaður hjá lyfjaeftirlitinu sem fekk rosa gott jobb hjá þessu sama lyfjafyrirtæki og alls konar svona sko sem maður getur svona velt fyrir sér, já, heyrðu, þetta var ekki kannski alveg. Nei, einmitt. Þetta mögnuð saga. Takk kærlega verið að fara svona. Já. Eitt ár, sorry. Frábært, mikið upplýsingar koma þarna fram, en það eitt sem situr í mér og ég verð að spyrja þig, ópíóðalyf, hvað eru, hvernig lyf? Þetta eru náttúrulega, sko, í grunninn ópíóðar eru unnir úr valmúa eða því sem við þekkjum, sem við menninni kannski byrjuðum að þekkja fyrst sem ópíum og síðan var unnið úr ópíumi sem var náttúrulega vandamál fyrr á öldum, ópíumneysla, en kannski ekki í dag, en síðan var unnið úr því morfín og við uppgötaði að það væri anskoti gott verkjalyf og áður en menn uppgötaði að það væri líka ótrúlega ávanabindandi og hræðilegt. En síðan þessi ópíóðar í dag eru í raun og veru bara búnir til sko ekki endilega úr valmúa plöntunni eins og ópíum og morfín, heldur bara búnir til einhvern veginn á rannsóknarstofu sko, en eru sem sagt með einhverja sömu eiginleika og eiga það sameiginlegt að vera rosalega sterk verkjalyf en líka hafa svona einhver svona vímu áhrif oftar en ekki. Og eru líka mjög ávanabindandi og þarf þess að svona fara anskoti
vel með þá þegar sjúklingar fá þau en Já, og kannski notaði mitt þegar fólk lendir í bílslýsi tímabundin tíma en ekki, ekki skrifað út fyrir bara þennan bakverk sem þú ert búin að vera með í 10 ár og verða með að eilífu sko. En það er einmitt það sem var svona kannski deiluefnið þegar Oxycontin kom fram á sjónarsviðið var einhvern veginn, þá voru læknar að ræða þetta mikið sko, hvort það væri réttlætanlegt siðferðislega að sko halda þessum ópíóíðalyfjum sem væri svona sterk frá fólki sem væri í miklum sásauka af því að fólk var svo hrætt við að þetta væri svo ávanabindandi og síðan varð greinilega þarna ofan á skoðunin heyrðu við fólk sem er í miklum sásauka af því að það er með bakverk eða það er með gigt eða eitthvað við eigum að gefa því þessi lyf og létta lina sásauka þeirra en síðan hafði það frekar vondar afleiðingar fyrir ansi marga. Kannski einmitt eitt að lokum. Er einhver takmarkanir á lyfið? Þú veist, núna veita Bandaríkjamenn að það er brjáluð, það er faraldur í gangi á þeim og það er svona ígildi faralds víðast hvar annars staðar. Er ekkert verið að setja takmarkanir? Er ekkert verið að er engin vitundavakning í gangi? Jú, það er nú eitthvað sko, það er reynd að setja einhverjar takmarkanir á þetta en það kannski svona tók dálítið langan tíma að það uppgötaðist að þessi faraldur væri einhvern veginn komin af stað og í uppsiglingu þannig að leið og fólk svona fór að hugsa Oxycontin að það væri vandamál þá voru strax komin miklu sterkari lyf fram á sjónarsviði eins og fentanyl og alls konar önnur lyf sem engin veit eins og hvað heitir sko og eru ógeðslega sterk. Þannig að þetta er orðin rosalega stór markaður og auðvitað eiga þessi lyf alveg rétt á sér að vera til, þannig séð sko, en það þarf bara einhvern veginn að hamla aðgengi að þeim kannski og það er kannski það sem þarf að einbeita sér mest af en ég held að auðvitað sé verið að reyna að gera það núna. Takk kærlega fyrir komuna Vera, það var ótrúlega gaman að fá þig hérna í Endalaust útvarp. Og fáðu endilega svona eitt árband. Takk að kærlega fyrir. Og skrifa nafnið á vegginn. Þetta er bara business as usual. Takk æðislega.